Gunnlaugur, Hólmarar mættir í 8 úrslitin í bikarnum. Þekkir nú þessa keppni ágætlega, eða ekki? Jú, ætli við séum ekki bara eitt af þessum liðum hérna í 8 úrslitum sem eigu bara helviti margar, þú veist, heimsóknir í höllina, sko. Þannig að, jú, við þekkjum þetta vel en kannski ekki alveg á sama stað og áður. Nei. Þið fáið Tindastól heima í Hólmurum í þessum 8 úrslitum sem verður spilað 11. og 12. janúar. Hver var fyrsta tilfinningin svona þegar þú sást að stólarnir koma upp úr skálum? Það var bara að gera dag úr þessu, sko. Já. Þú veist, ég reyna að fylla húsið og bara sýna krökkunum heima, skilurðu, hvernig alvöru lið þú veist, bara topplið sem keppa Evrópukeppni og alla titla á Íslandi, skilurðu. Þannig að það var svona mín fyrsta hugsun. Já. Þannig að þegar ég var búinn að sjá að Blikarnir fóru eitthvað annað, sko, því mér langaði þá. En þetta ekki alltaf 5 og 5? Þetta alltaf 5 og 5 allavega. Ég skil hvað þú. En jú, ég meina, þú veist, við sjálfsögðu setjum upp eitthvað plan og reynum að fara eftir því og þú veist, þarna fá strákarnir mínir tækifæri til þess að máta sig við þá allra bestu. En svona Snæfell á þessu tímabili, ég meina, sterkt hjá okkur að vera komnir í þessi 8 úrslit, það bara 8 karlalið sem eru þarna. Já, þú veist, þó svo að margir vilji okkur út þarna úr fyrstu umferðunum, en þú veist, þá lífið stundum bara þannig að þú ert stundum heppinn og stundum ertu óheppinn en ég tel að við bara eigum að vera þarna því að svona var drátturinn og þannig að við bara, þú veist, það þýðir ekkert að hvart yfir því núna. Hvað möguleika sérðu til þess að vinna Tindastól í körfuboltaleik? Þarf að hægja á þeim, ætlar að hlaupa, hvernig? Ég held að möguleikarnir séu bara að þeir komi dauðþreyttir eins og Arnar Guðjóns að þjörsnast á og jafnvel bara helviti fálið þær, sko. En nei, við förum bara inn í þetta og reynum að hafa gaman að þessu og gerum dag úr þessu. Kærar þakkir, Gunnlaugur. Gangi ykkur vel. Takk.